Þakka fyrir líf. Ég veit ekki með ykkur en ég hef nú bara gaman að því að hlusta á reiða kommunista þó að mér finnst hún ekki sérstaklega reið í dag en ég þakka fyrir kynninguna og þakka áfram Ísland og ykkur fyrir að vera með okkur og áfram Ísland fyrir að halda utan um þessa skemmtilegu fundi sem að er svo sannarlega nauðsynlegir og eins og Líf fór yfir, ég heiti Guðlaugur, ég íbúi í Kópavoginum og ég hef verið svona þátttakandi í innlendum erlendum fjármálamörkuðum og velt mikið fyrir mér hagfræði og hagsögunni og í mínu starfi hjá Visku sjóðum heitir það, þá erum við í rauninni með mjög einfalt markmið og þá sérstaklega ég í rauninni vakna á morgnana og ég velti fyrir mér hvernig verður heimurinn eftir 10 ár, 20 ár, hvaða straumar munu móta heimsmyndina. Hvernig mun það hafa áhrif á hvernig fyrirtæki munu blómstra, hvernig lönd munu blómstra og það verður öll að vinna í heimi sem alltaf að vera minni og minni. Þannig að þetta spurning sem auðvitað ekki auðsvöruð en sennilega sjaldan verið áhugavert að skoða og velta fyrir sér hvert við erum að fara. Og okkar fókus hjá Visku sjóðum annars vegar fókus á í rauninni hvernig ný tækni og gervigreind og orka og þessir heimar að þróast og allskis önnur afleidd ný tækni og hvernig svona þetta hefur áhrif á hvernig heimurinn breytist og hann svo sannarlega að breytast hratt. Og það áhvert að velta fyrir sér þegar við erum að leita tækifæra í heiminum og við fjárfestum út allan heim og eins og við komum inn á þessum fundum mikið náttúrulega að vera í Bandaríkjunum. Það eru mjög öflugir markaðir í Asíu, við erum að fjárfesta í Kanada, Bretlandi, Taívan, Suður-Kóreu, Japan. Það ein álfa sem við höfum eiginlega lítið sem ekkert snert á og það reyndar heimsálfa sem stendur okkur ansi nærri og heitir Evrópa. Og það ekkert að hún sé alveg vitanvonlaus, þetta bara afleiðinga okkar greiningavinnu og inn í snertiflutin hefur verið mögulega fyrirtæki sem hafa verið skráð í Írlandi en það nú aðalega kemur til að skattalegum ástæðum. Og við veltum fyrir okkur hvernig stendur þessu. Og nú ég held að sé búið að fara ágætlega yfir alls svona mælikvarða á lífsgæðum og kaupmætti og annað og ég ætla ekki að kæfa ykkur með einhverjum hagfræði málefnum hér en ég ætla að reyna svona að tala dálítið mannamáli. Ég svona að reyna að hugsa hvernig get ég svona lýst fyrir ykkur ástæðan þess að Evrópa hefur verið að detta svona aftur og af hverju fjármagninu að leita eitthvað annað. Á sama tíma, áður en ég fer dýpri í það, þá eins og Ingvar fór vel yfir og hefur verið vel rætt á þessum fundum, Ísland í frábæru stöðu. Við erum í úrvalsdeildinni, ef ég á að nota íþróttamál. Við erum ekki á topnum, við erum ekki á botninum, við erum mögulega að nálgast fallbaráttuna meðal fremstu þjóða, en við erum í úrvalsdeildinni og það mjög mikilvægt að minna okkur á það. En það ekki sjálfsagt. Það hefur verið byggt upp miklu dugnaði í 100 ár. Og við höfum náttúrulega varla séð dæmi þess í heimsögun að land hefur farið svona hratt upp á við í lífsgæðum við með hvað áður var. Og á hverju hefur þetta byggst? Það náttúrulega byggt á því að við höfum nýtt okkar tækifæri og á þessum grunni eru við hjá okkur í Visku að velta fyrir okkur hvar mun Ísland passa inn í þessa heimsmynd. Og við horfum á það að heimsmyndin það eru tveir hlutir sem við teljum að skipta miklu máli sem að munu hafa mikið það að segja hvaða lönd munu skara fram úr, hvaða heimsálfa munu skama fram úr og svo hvaða fyrirtæki munu eiga hluta þeirri köku sem að myndast. Og það annars vegar ný tækni og þá gervigreindartækni náttúrulega gríðarlega veigamikil. En það ekki bara fyrirtæki sem búa til einhver gervigreindarlíkun, það rauninni bara löng röð af virðiskeðju sem að fara að taka þátt í þessu uppbyggingu. Og þá velti maður fyrir sér á Ísland erindi inn í þetta umhverfi? Mitt svar já. Þá þarf maður aðeins að kafa ofan í hvar á lönd heima í þessum nýja heimi og við erum uppfull orku og ég gerði nú mastersikkerina mína í námi fyrir 20 ára síðan að setja sæstreng og flytja raforku til Evrópu þar sem það var eins og í dag skortur á grænni orku. En í dag þetta gerð í gegnum nýja tækni, í gegnum gagnaver. Við þurfum ekki að búa til risavaxna rándýra rafmagnsstrengi til þess að flytja út orkuna okkar. Við getum gert það með því að rísa okkar eigin gagnaver hér og flytja hann á landi. Þannig að ég held að við segjum stundum að það verði í rauninni ákveðin gjá eða horfir á hvaða lönd munu skara fram úr næstu áratuginn. Og sú gjá mun markast af því hvernig lönd finna sér stað í þessari uppbyggingu.
og annars vegar ertu með fyrirtækin og löndin sem að taka þátt í þessari vegferð og hinn sem verða vissulega bara farþegar og rauninni notendur af tækninni en eru svona í dálítið annarri samvistöðu. Nú veit ég hvernig nýr heimur gervigreindar mun þróast en ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir Ísland að hugsa hvernig komumst við inn í þessa sviðsmynd og hvar ætlum við að vera út af því að þetta kemur líka bara inn á það að lönd hafi samningsstöðu í breyttum heimi. Nú oft því beitt að við þurfum að halla okkur á Evrópu út af því að heimurinn orðinn einhvern veginn ískeggilegri og Bandaríkin sækja fram og ég held að Trump verður nú sennilega ekki forseti lengur en 2 ár. En samt hefur hann gengið langt okkar Grænlandi á sama tíma og Danmörk sem hann náttúrulega er í rauninni á Grænland í Evrópusambandinu. Þannig að ég sé nú kannski ekki að það hafi bjargað frá því. En menn velta fyrir sig, hvað hefur byggst upp þessi lífsgæði á Íslandi? Hvernig, ég held að gleymist með umræðinni hvernig byggirðu lífsgæði og ég held að fólk sé ekki alltaf átt að segja á því hvernig frjáls viðskipti búa til gæði. Og mér finnst oft gott að einfalda myndina því leyti að taka dæmi að ef við ímyndum okkur fyrir 1000 árum, Ísland var að byggjast. Segjum okkur að þetta hafi verið kannski 2 fjölskyldur sem komu hérna á sikkurum bátnum. Önnur fjölskylda hafi lagt stund á veiðar, hitt hafi stund á kornrækt. Svo byrjuðu að koma þessi hérna fyrir, veiðimaðurinn næði sínu fyrsta fiski á fyrstu vikunni mánuðinum, bóndinn fyrir að rækta korn, að búa til þessi fyrsta brauð. Síðan halda það áfram að nýta landi betur, vera betri að læra inn á hvernig Ísland veðrið og allt. Og mögulega sjómaðurinn að veiða hérna 50 fisk á næsta mánuði, bóndinn og nær að rækta hérna 50 brauð. Þá var þeir allt í einu risastóran mengi að verðmæti til að skipta svona milli. Og þarna bara svona einföld mynd hvernig verðmæti vera til þau sérhæfið í því sem þú ert góður í. Og það eitthvað sem ég held að Ísland gæti haldi áfram að fókusa mikið á. Við erum með gríðarlega mikið á tækifærum eins og við farið vel yfir. Og ég held að fólk nærum þetta einfalda dæmi, það átt að segja á því að skipti gríðarlega máli að þú hafi líka í rauninni forráð því hvernig þú kemur inn í viðskipti við aðra þjóðir. Og þá eins og komin á punktinu á Ingvari að ef við erum að halla okkur að Evrópusambandinu þá erum við basically að tala okkur af þeirri leið að eiga möguleika á því að gera samninga við lönd sem að mögulega hafa við mestan ávinning að semja við. Og eins og dæmi fríverslunarsamninguna við Kína sem við gerðum sem nú bara vera hratt einn stærsta viðskiptaþjóð Íslendinga. Þannig að Evrópusambandið. Þarna eins og Inga fór vel yfir áðan, það nú víða pottur brotin í hvernig álfan horfir á nýsköpun, þarna hafa orðið til sára að fá ný tæknifyrirtæki, þetta verður þau yfirleitt færa sig eða vera keypt á öðrum löndum út og þarna einfaldlega ekki innviðurinn til staðar til að byggja upp. Og ég svona velta fyrir hvernig get ég lýst kerfinu og ef við höldum áfram að tala Evrópu og leggjum aðeins nýsköpun til hliðar og horfum bara á hvernig kerfið varðandi það að þú ert með land með sömu mynt, þú ert með lönd sem með í rauninni ólík ríkisfjármál og það að kafa mikið í tæknilegu atriði, þá finnst mér ein líkingi sem getur náð þessu sú að ímynda ef þú værir íbúi í blokk og eðlilega eru slíkar eignir með húsfélag og allir greiða hlutfall sínum tekjum þar en munurinn þegar þú ert komin í Evrópusambandið þá var það eins og í rauninni að hver íbúð væri með sitt eigið kreditkort inn í sameiginlega sjóði og geti svo bara nota það til að stekka upp á parketti íbúðinni sinni og kannski uppfara eldhúsinnýtinguna og svo framvegis. Það fer allt úr sameiginlegum sjóði. Og í einhvers konar heimi sem við lifum í dag, þá gengur ekki að vera með sameiginleg fjármál sem byggir á því að þú ert að nota sömu mynt og sameiginlega veldur óráðsía í fjármálum, hvort sem það íbúin í blokkinni eða lendi í Evrópusjóðinni, það kostar sameiginlegan sjóði og sameiginlega hagsmuni gríðarlega mikið. Þannig að mínum huga gengur þetta ekki alveg og þá erum við komin inn á dálítið mikilvægan punkt sem að kemur inn á það hvernig í rauninni ráðamenn á pólitík sem náttúrulega kosin til 4 ára að taka ákvarðanir sem að því miður enda oft þannig að það verið að færa gæði greinlega mikið úr framtíðinni með því að skuldsetta lönd, skuldsetta jafnvel heilu álfurnar eins og í tilfelli Evrópu sem að til þess að færa gæði til nútímans, til að búa til velmögum fyrir þá sem eru að kjósa mögulega þig í næstu kosningum. Og þetta eitthvað vandamál sem að gríðarlega stórt eiginlega heiminn allan.
og Evrópa þar sjálfsög engin undantekning. Ísland sem betur fer á betri stað, þó alltaf megi betur gera, en fyrir mér liggjandi yfir hvernig í rauninni svona fjárhagsleg staða landa og heimsálfa og að þróast, þá þessi vandamál að vaxa gríðarlega hratt út eiginlega allan heim. Og það rosalega mikilvægt að mínu viti að við stígum ekki stór skref í að blandast inn í svona kerfi út af því að ég sé enga aðra leið en að þetta muni vera tekið af reikningum barnanna okkar næstu áratugina. Það það sem að myndin sem blasir við, það sem að hagsaðan okkar segir okkur að alltaf endapunkturinn á svona stöðum. Þannig að við erum bæði komið með rök fyrir því að þarna sé mjög takmörkuð tækifæri samanborið við sem við höfum, en ekki síður, þarna eru beinlínis ógnir sem ekkert alltaf auðvelt að henda reiður á, en ég alveg sannfærður á að verði böggull á lífsgæðum Íslendinga ef við myndum taka alla skref til fulls. Þannig að sagan mögulega ágæt sögulega í Evrópu, framtíðin ekki jafn glæsileg. En oftur af tækifærunum, hverjir verða þá sigurvegarar í nýjum heimi? Það mögulega Ísland? Og ég segi já, við höfum alla burði til þess að verða og sérstaklega ef við náum að halda okkar málum sjálf, ef við forræði yfir því hvernig við nýtum okkar auðlindir, við gerum það skynsamlega, við erum í rauninni allt sem að nýr heimur þarfnast og ef við stígum frá eins og gervigreindinni og þessum tæknilutum sem að breyta heiminum, þá líka eins og allir vita, þetta geopolítíska landslag að breytast, lönd að sína klærnar og varnarbandalag undir högg að sækja. Þarna eigum við að staldra við og velta fyrir okkur að ég held að við sköpum okkur sem sterkasta samningsstöðu með því að nýta okkar auðlindir sjálf og það í rauninni sé ákveð svar við þessari umræðu sem að blossa reglulega varðandi hvernig Ísland á að halda á varnarmálunum. En síðan bara að lokum önnur svona einfalt dæmi, hvað við höfum gott og hvað mér finnst, okkur finnst bara sjálfsagt að við förum til útlanda og segjum að einhver fer til Spánar, hann kaupir sér glas af bjór, hann kostar kannski 500 krónur, við erum með 1500 krónur hér, ef við snúum þessu við, þegar þú fæddist á Spáni og ert með spænsk lögin, þá það eins og bjórinn kosti 5.000 krónur fyrir Íslinga. Og Spánn nú ekki vanþróað ríki. Við getum líka farið til Nígeríu, það kostar bjórinn 90 krónur. Það eins og nígerísku ferðamaður á Íslandi, það að borga 50.000 krónur fyrir bjórinn. Það hljómar fárlega, en við þekkjum ekkert annað. En við þurfum að spyrja okkur, þetta bara heppni? Var þetta búið til út af því að við nýttum okkar tækifæri? Ég held það. Og ég held að eins og vind að blása núna og meira þess að Kristrún Frostadóttir sagði eftirminnilega fyrir einhverjum árum síðan að vindar Evrópusambandsins og áhuga Íslands að ganga þar inn blása bara eftir því hvernig gengur á Íslandi. Og þetta svona pínlítið eins og úlingaveikina sem að alltaf þegar hann lendir í mótlæti þá bara ég fluttur út. Ég nenni þess ekki. Ég læt ekki bjóða mér svona stæla. Ég fæ bara eitthvað betra ef ég fer bara að flytta og reyna að lifa á eigin spýtum, en það ekki það einfalt. Og ég held bara beinlínis að við skuldum fyrri kynslóðum það að kafa aðeins dýpra í þessi mál og velta fyrir okkur, af hverju staðan eins og hún af hverju einmitt allt ódýrara erlendis fyrir Íslendinga en öfugt. Við erum bara í topp 1-2% í heiminum. Og það má alltaf gera betur, en það á okkar ábyrgð að nýta tækifæri. Og þess vegna segi ég, þó við séum í fallbaráttunni á meðal þjóða, þá ætlum við ekki að sækja liðstyrk í 3. deildina. Við erum með nóg af því sem þarf til að búa til besta land í heimi og við erum að stefna hátt. Þess að segja nei við ESB og nei við 3. deildinni og áfram Ísland.